Tommi stendur við það sem hann lofaði Snorra þegar þeir voru að elta fílabeinsþjófana. Það er ekki nein venjuleg sundlaug í þjóðgarðinum. Þeir fara í sund í stöðuvatni í fögru umhverfi. Er þetta ekki æðisleg, Snorri? Svona á að lifa lífinu. Sá sem er lengur á bryggjunni er fúlegg. Snorri! Snorri! Þetta er ekki að marka. Ég gaf aldrei merki. Komdu, Snorri. Komdu aftur út í. Leikum einhvern annan leik. Kom í boltaleik. Far þú í markið. Nú þýðir ekkert að kvarta. Ég fæ 1 stig ef ég skora en þú 1 ef þú verð. Varaðu þig, ég er góð skytta. Ertu til? Þetta var bara æfing. Næst kasta ég fastar en fyrst skalt þú kasta einu sinni. Bravo, Snorri, laglegt mark. Ég veit ekki hvort hann er í sundknattleik eða keiluspili. Þetta var sanngjarnt. Svo þýðir ekkert að deila við dómarann. Halli, veiðiþjófar. Ég vissi að þeir væru hér nálægt. Ég heyrði til þeir í talstöðinni. Ég átti ekki von að þeir þyrðu að koma svona nálægt búðunum. Drífum okkur, tökum jeppann. Fljótum, Snorri. Við fylgjum þeim. Skotin komu þaðan. Sjáðu hrægamanna. Ég þarf að veðja að veiðiþjófarnir eru farnir núna. Því miður ekki líkur á að við getum sannað neitt. Þetta er hroðalegt. Komdu hingað! Nú hafa þeir gengið á langt. Þessum óþokkum er ekkert heilagt. Tom er að koma. Ég vil ekki að sjá þetta. Tommi, mér þætti vænt að því Snorri færið ekki lengra. Hér hafa verið veiðiþjófar. Þeir hafa drepið hlébarðinni og ungan hennar. Feldurinn er eftirsóttur í kápur, hatta og eyrnaskjól. Sama ætlar að greftræðu svo hrægamandur étu þau ekki. Getur ekki náð veiðiþjófunum? Veiðiverðirnir? Þjóðgarðurinn er of stór, Tommi. Svo eru veiðiþjófarnir útsmognir. Núna hættu þeir sér of nálægt. Alveg í návíi við okkur. Aldrei komið til hugar að þeir gengur svona langt. Við skulum koma okkur. Við getum lítið gert hér. Við verðum að svipast um. Það kunna vera vegsumerki. Við getum rakið slóð þeirra. Við höfum lengi reynt að ná þessum náungum, Tommi. Ég ef að við finnum þá í dag. Megum við Snorri ekki litast aðeins um? Eins og þið viljið. Þú ratar heim. Við sjáum seinna. Tóm skothylki. Og tala. Saumuð á svartan klæðisbút. Við erum komnir með vísbendingar, Snorri. Við verðum að komast að því hvaðan skothylki er komið og hver seldi það. Ég þarf að veðja að veiðiþjófurinn hefur verið í svartri skyrtu. Hann ætti að vera auðþekkjanlegur. Það klæðast ekki margir svörtu hér. Hitinn er svo mikill. Herra Populós, selur þú þessi skot? Því miður, drengur minn. Ég sel börnum ekki skotfæri. Það er óhættulegt. Ég þarf bara að komast að því hvort þú hefur séð eða selt svona skot nýlega. Komðu inn í búðina. Það er svalara inni. En látum okkur nú sjá. Aha, þetta er skot númer 44 og ég er sá eini sem selðu hér.
Samt hef ég aldrei selt þau. Þau eru ætluð til hlébarðaveiða og hlébarðar eru friðaðir í þjóðgarðinu hjá Haraldi. Já. Ekki gekk það upp. Þakka þér samt fyrir. Ég hef aldrei selt svona skot, en það var stolið frá mér kassa af þeim í fyrrinótt. Nei, nóttina þar á undan, ég og við aðframnótt sunnudagsins. Var stolið frá þau skotum? Hvar? Sýndu mér staðinn, kannski finnum við einhverja vísbendingu. Þau voru í geymslunni hérna úti. Ég geymdi þau þar af því að þau seldust ekki. Farðu á undan. Þau voru í þessu kassa. Þakka þér kærlega, herra Pópulos. En nú verð ég að fara. Ó, það, allt í lagi. Sjáum seinna. Vertu sæll, herra Pópulos. Ég hnuplaði lyklinum hans. Ég viss að veiðiþjófarnir stálu skotunum og þeir koma aftur. Við verðum á verði í nótt. Snorri, ég verð að skipta á þessum skotum. Nú ætla ég að raða þeim upp á nýtt. Svona, felum okkur nú, vonandi koma þér í nótt. Hafðu augun opin, sá okkur sem sér hinn dotta á að vekja hann strax. Það er komið morgun, við höfum sofnað. Ég trúi því varla, við höfum báðir sofnað. Athugum kassan. Æði, þeir hafa tekið skotin sem er sett í hann. Komdu, kannski eru þeir enn í bænum. Þessir menn í svörtum skyrtum. Þetta gæti verið veiðiþjófarnir. Við skulum skoða nánar. Hvað sagði ég, litli björn? Það eru hlébarðar hér. Þegar ég byrjaði í þessum bransa, það var löngu áður en þú vissir tilvist Afríku. Löngu áður. Heyrðu nú, stóri björn. Þú komst bara hálfu mánuð undan mér. Við skulum ræðum skipulag kvöldsins. Fyrst þú endilega vilt. Ég merkti slóð fyrir viku og fór að athuga hann aftur fyrir 3 dögum. Hvað ertu að gera? Hvað er svona spennandi, strákskam? Fyrirgeðu, herra. Ég var að dásta þessu skoska teppi. Við kollum það ábreiðu, held ég. Nú, ábreiðan er lagleg og ég vildi gjarnan... Teppi, snautaði burt og taktu humskamuna með þér. Allt í lagi, svona, við erum á förum. Komdu, Snorri, við finnum hvar okkur er ofvikið. Jæja. Komum okkur nú að verki. Þarna fara þeir, eltum þá. Þeir aka til skógar. Mundu að hafa skotin með. Auðvitað. Sérðu sporin? Auðvitað sé ég sporin. Þau eru alveg ný. Við felum okkur upp í þessu tré. Upp með þig, litli björn. Þú fyrst, stóri björn. Þegiðu nú. Hlébarðinn kemur á réttum tíma. Hann drekkur hér á hverju kvöldi. Hafðu ekki áhyggjur, Snorri. Þeir gera engum mein með þessum skotum.
Hvað er að vera? Reykurinn fer í augun á mér. Mér svíður líka í augun. Riffillinn minn! Ekki halla þér fram, Auli. Komdu, við verðum að segja Halla frá þessu. Vinir okkar hafa slegið vopnin úr höndum veiðiþjófanna í bili. Þeir munu þó varla bíða þess að verða handteknir. Hvernig fer Halli að því að finna svartklæddu óþokkana og sanna sekt þeirra? Gæti þess að missa ekki af næsta þætti selinn Snorra.